Á Hrauni í Öxnadal fæddist Jónas Hallgrímsson en jörðin nú í eigu Menningarfélagsins Hrauns í Öxnadal ehf. Fólkvangur á meginhluta jarðarinnar var stofnaður 10. maí 2007 og fræðimanna íbúð í íbúðarhúsinu en þar búa gestir Menningarfélagsins allt frá 1 viku til 3 mánaða. Auk þess eru minningarstofur Jónas í Suðurstofunum. Bjarni Guðleifsson, náttúrufræðingur, þekkir vel til alls þess tengist Hrauni og hann skrifaði meðal annars bókina Hraun í Öxnadal, Fólkvangur, en hún kom út 2014. Hraun í Öxnadal þekkt fyrir tvennt, annars vegar fyrir náttúruna og hins vegar fyrir sögu Jónasar Hallgrímsson. Og náttúran það sem aðalega sérkennilegt við náttúruna þetta mikla hraun eða framhlaup eða berghlaup sem hefur fallið hér á fjallinu og náð hér alveg þvert yfir dalinn, með þess að loka dalinn af, þannig að áin stíflaðist og braut sér síðan leið í gegn. Og þetta gerðist bara þegar ísöld lauk. Og þetta ekki venjulega skriður, þetta kallað berghlaup, sérstök tegund af skriðum. Og þetta gerðist eftir að ísaldajökullinn fór, það var eitthvað veikleiki í fjöllunum og þau hrynja fram í einu vettvangi. Þetta gerist bara á 2-3 sekúndum eða örskömmum tíma. Og það reyndar fleiri kenningar það hvernig þetta gerst, en allavega þá kemur þetta fjall bara fram og mynda þessa sérkennilegu hóla sem eru, þetta sem sagt það sem sérkennilegt, þetta eitt af 10 stærstu berghlaupum á Íslandi. En berghlaup eru algengar á Íslandi en í flestum öðrum löndum. Hliðin úr fjallinu hérna hrundi niður og myndaði þetta og þess vegna fjallið svona eggmjótt af því það eru berghlaup báðum megin við það og berghlaup fallið beggja vegna og þá myndast þessi mjói hryggur sem eftir stendur. Það taka allir sem leið eiga Öxnadal eftir hraundranganum sjálfum en Bjarni segir að það sem fyrir neðan hann sé ekki síður merkilegt en það sem sagt hið eiginlega hraun. Á svæðinu eru svo fjölmargar gönguleiðir en staðurinn orðinn Fólkvangur þar sem gestir og gangandi geta notið náttúrunnar. Það eru hér 18 gönguleiðir sem lýst í bókinni Hraun í Öxnadal. 18 gönguleiðir, miserfiðar, mislangar og sumar eru bara hérna á láglendinu til þess að ganga hér Hraunin en aðrar eru hérna upp í fjöllin, misofarlega og meira segja hér upp á Drangan, þangað hafa menn komið og upp á þessi fjöll og svo náttúrulega heill heimur á bakvið. Það vatnsdalur hérna á bakvið þar sem Hraunsvatn hann hér á bakvið fjallið og það heilmikill dalur með sem sagt vatni í, Hraunsvatni og það var þar sem faðir Jónasar drukknaði. Hraundranginn, hann auðvitað gnæfir hér yfir öllu, segir mér hans frá honum. Sko hraundrangi bara einn, það sem tala hraundrangga í fleirtölu og það ekki rétt að hraundrangarnir, það hraundranginn. Og hann bara einn og það þessi tindur sem stendur hér upp úr einn og varð eftir þegar berghlaupin beggja vegna hrundu. Hraundrangi var lengi vel talinn ókleifur. Þetta er þekktasti tindur á Íslandi. Hann var lengi vel talinn ókleifur en 1956 þá voru 3 menn, 2 Íslendingar og 1 Bandaríkjamaður sem klifu drangan. Og það nú svona svolítið erfitt að fara upp á hann laus í sér. Það var þannig að það voru Bandaríkjamenn sem höfðu reynt við tindinn en gáfust upp og Sigurður Þórarinsson jarðfræðingur, hann heyrði frétti af því að menn hefðu verið að reyna við tindinn og hann sagði það ómögulegt að láta útlendinga verða fyrsta upp. Svo það verða helst Íslendingar að gera þetta. Og þetta voru svona 2 Íslendingar þeir fengu með eftir 1 Bandaríkjamann sem kunni til verka og þeir klifu upp og Bandaríkjamaðurinn sem kunni til verka hann fór á undan og hinir komu svo alltaf í kjölfarið. Og þegar hann átti eftir 2 metra upp þá stoppar hann og segir við Íslendingana, heyrði, nú farið þið á undan. Svo Íslendingurinn fór fram úr honum og fór upp á og þeir eru það fyrstir. Það voru Íslendingar sem klifu drangan fyrst 1956 og þetta var kurteisi mikil að Bandaríkjamönnum að gera þetta. Það hefur verið klifið margsinni síðan en þetta önnur hliðin á frægð Hrauns í Öxnadal. Og svo það Jónas Hallgrímsson. Svo það Jónas Hallgrímsson. Hann fæddur hér á Hrauni sem sagt 1807. 16. nóvember og hann sem sagt bjó hér nú ekki lengi því að það gerðist þegar hann var 9 ára að þá drukknaði faðir hans í Hraunsvatni
Hallgrímur, faðir hans, hann var aðstoðarprestur Jóns Þorlákssonar á Bægisá og drukknunina bar þannig að höndum að þeir fóru hér þrír saman að veiða og Hallgrímur var einn þeirra, hann var elstur. Þeir voru þarna tveir yngri menn með honum og þeir gerðu þetta þannig að þeir voru með bátkein upp í vatninu og einn stóð í landi og hélt í endan á netinu en annar bróðir frá hrauni reyndar réri út bátnum og Hallgrímur hann gaf út netið. En svo þegar netið þraut að þá stóð hann upp og þá hvolfdi bátnum og bróðirinn sem var í landi hann svamlaði út og gat náð í bróður sinn, dreif hann í land, hann náði alveg upp undir herðar var sagt. En þeir drógu síðan netið upp og Hallgrímur kom þar og hann var þá örendur að þeirra mati. Hann hefði eflaust ekki verið það nú á dögum, þá hefði eflaust verið blásið í hann lífi, en þessi menn kunnu ekki neitt til verka. Og ég hygg nú að þessi atburður sem hafði mikil áhrif á Jónas, hann var 9 ára, að hann hafi verið ein af ástæðunum fyrir því að Jónas þýddi síðar sundreglur danskar. Fyrstu sundreglur sem voru þýddar yfir á íslensku, þýddi hann úr dansku og gaf út. Og það er áreiðanlega afleiðing af þessu að hann var fyrir þessu áfalli. En svo má líka líta hér á náttúruna, hér í kring náttúruna líka að öðru leyti. Ég held að vera Jónasar og fæðing hans og vera hér, hún hafi haft áhrif á það hvernig hann orti síðar náttúruna. Ég held að það sé alveg gefið að þessi stórfenglega náttúra, hún hefur haft áhrif á hans kveðskap og hans líf náttúrulega. Og það er hægt að lesa það úr hans ljóðum, hann hefur ort beinlínis þennan æsku stað sinn. Já, hann yrkir hraun náttúrulega, hann yrkir þennan atburð þegar faðir hans fórst og ýmislegt fleira sem að gerðist. Og hann yrkir líka ljóð eins og hérna, til dæmis Fífilbrekka Gróingrund. Fífilbrekkan er örugglega hér á þessum stað og hann talar Sæludal, sveitin best, Sæludalur er örugglega Öxnadalur. Hann talar Hnjúkafjöllin himinblá og þau eru hérna og Bunulækur blár og tær og Gljúfrabúi Gamlifoss. Þetta er allt hlutir sem maður finnur hér í náttúrunni sem hann hefur ort seinna á ævinni. En Jónas hann var efnilegur námsmaður, hann var sendur til náms og hann fór í Bessastaðaskóla og hann lýkur prófið frá Bessastaðaskóla og þá gat hann í raun og veru sótt prestsembætti en gerði hann reyndar ekki. Hann fór út til Danmerkur og þar var hann í námi, byrjaði á lögfræði en fór síðan í náttúrufræði, hann hneigðist að náttúrufræði og það lét honum mjög vel. Að þínu mati merkustu ævistörf Jónasar Hallgrímssonar? Já, það hefur nú verið spurt hvort það hefur verið meira tjón fyrir Ísland þegar hann dó, hvort það hefur meira tjón fyrir skáldskapinn eða listirnar eða náttúrufræðina. Og ég held að það sé nú þannig að þetta hefur orðið kannski meira tjón fyrir listirnar því að í náttúrufræðinu þá koma alltaf menn sem að taka við og halda áfram þeim rannsóknum sem að menn eins og Jónas byrjuðu á. Nú það er erfitt að segja hvað er merkast af því sem Jónas gerði. Eitt af því sem hann gerði var það að hann smíðaði orð. Það er alveg ótrúlega mörg íslensk orð sem hann bjó til. Bara orð sem eru okkur tömum munni í dag en hann notaði fyrstur manna og bjó virkilega til. Það er eitthvað 200-300 orð sem í íslensku sem hann bjó til. Svoleiðis að kannski er orðasmíðin og kveðskapurinn, bara eitt ljóð eins og Gunnarshólmi til dæmis er fullt ævistarf eða æviminning sem ætti að og sem varðveitist auðvitað meðal íslensku þjóðarinnar. Værirðu til í að lesa fyrir okkur eins og eitt ljóð eftir Jónas? Já, ég skal gera það. Ég kann nú ekki allt þetta utanbókar, en við skulum sjá, ætli væri ekki rétt að lesa bara aðeins úr Hulduljóðum hér. Hulduljóð er alveg stórmerkilegu ljóðabálkur og þar er eiginlega Eggert Ólafsson látinn rísa upp úr sjónum og gefa þar ýmiss konar ráðleggingar. Og hann fjallar þetta svona Jónas. Smávinir fagrir foldar skart, fífill í haga, rauð og blá, brekku sóley, vér mættum margt, muna hvort öðru að segja frá. Prýði þér lengi landið það, sem lifandi Guð hefur fundið stað, ástar sælan, því ástin hans, allstaðar fyllir þarfir manns. Smávinir fagrir foldar skart, finn yður öll í haganum enn,
veitt hefur fróni mikið og margt miskunnar faðir en blindir menn, meta það aldrei eins og ber, unna því lítt sem fagurt telja sér lítinn yndis arð að annast blómgaðan jurtagarð. Þannig hann eiginlega hvetja menn til að hugsa landið. Og það er það sem við erum að gera meðal annars með því að reyna að mynda þetta sem fólkvang hérna.